Það stríð í Úkraínu sem bæði hernaðarlegt en það líka hápólitískt og menningarlegt. Okay. Því að Rússland tapaði öllu Sovétríkin töpuðu kalda stríðinu. Eftir það verður ákveðin hnignunarbragur í rúman áratug frá 1990 til 2000, grófum dráttum. Svo byrjar svona hlutirnar að snúast og hvað það sem að verður ofan á? Jú, það einhver svona rússnesk þjóðernishyggja. Þeir hafa til dæmis ekki að sama umburðlendi gagnvart fjölmenningu og Vesturlönd og gildi líka stóran hluta Austur-Evrópu. En Evrópa og Bandaríkin eru á útþensluskeiði og það verða árekstrar svona fljótlega upp úr 2010 og þeir hverfast tvö ríki, annað eiginlega aldrei umræðunni, það Georgía en hitt alltaf umræðunni sem Úkraína. Þar á Úkraína að fara inn í inn vestrana heim eða eiga þeir eins og Rússar gera kröfum. Þið verðið ekki NATO-þjóð, þið megið mögulega gangi í Evrópusambandið en hingað ekki lengra. Og þegar að þetta stríð byrjaði að fullri alvöru 2022 februar, þá bjuggust menn við að því að rússneska elítan að þó nokkur hluta menntuð í vestrinu, því að menn fara á Harvard, Cambridge og menn bjuggust þræði við að rússneska elítan myndi setja stólinn fyrir dyrnar hjá Putin og segja, Putin, hvað ert að gera? Þú ert að einokkur frá vestrinu og svona. En það gerðist ekki slikt. Þeir bara urðu mikilli samstöðum, við skulum draga hér rauðastrikið í sandinn. Hingað og ekki lengra. Þeir eru búin að setja upp herstöðar öll vesturlandamennum okkar, Úkraína, það dagleið skriðdreka frá landamennum Úkraínu til Moskvu. Við getum ekki samþykkt að þeir fá þetta, vestrið. Og núna stríð þarna. En þetta menningarlegt í þeim skilningi, ég meina, sjáðu til dæmis Ungverjaland. Þeir eru, og Orbán og Putin, þeir eru þokkalega sammála margar hluti og ýmsir stjórnmálamenn í Austur-Evrópu sem búin að horfa á Vestur-Evrópu, nánast tortíma samfélagi sínu með fjölmenningunni, með þessi óheftu einflutningi á fólki frá framandi menningarheimum. Þeir vilja ekkert endurtaka það, en samtímis af sögulegum ástæðum óttast veldi Rússa. Þeir óttuðust Rússa í Sovétríkjunum og svo til eitthvað sem hét þar áður rússneska keisaraveldið og litlu þjóðurnar hafa þar á milli sem sagt stóru Vestur-Evrópu þjóðurna, Frakklands, Þýskalands og Rússlands, Pólland, Ungverjaland og fleiri. Þeim líður illa í miklu rússnesku stórveldi, en þeim líður líka illa í þessu vaxandi elítu stórveldi elítunar í Brussel. Já, og þessum miklu liberal ströymum sem Pólland hefur rekið sig á að þau eru ekki alveg sammála. Þú veist, þegar hjónabandið helgara þar heldur en í liberal vesturheimi.